Taktíkin unnin í samstarfi við Eflingu sjúkraþjálfun á Akureyri. Komið sæl og velkomin í taktíkina. Taktíkin hjá okkur núna að tala íþróttir, lífið og heilsu sem eina heild. Hingað til mín setti komið með hana Soffíu Einarsdóttur, sjúkraþjálfara og þú sérhæfti í heilsu kvenna, Soffía. Ef þú byrjar bara að segja okkur aðeins, hvað þýðir það? Það getur náttúrulega bara mjög breitt svið, kven heilsa. Það getur þýtt alveg bara frá því að við erum pínu lítil og þangað til að bara ævina á enda í rauninni. Hvað mig varðar þá hef ég sérhæft mig mjög mikið í sambandi við grindabotnsheilsu og mjaðmagrind, meðhöndlun kvenna á meðgöngu og eftir meðgöngu og það öll flóran og núna líka bara mikill áhugi á líka á tíðahvörfum kvenna, það margt sem breytist á það. Við erum konur fari gegnum svo mikla sveiflur, það alls konar hringir í okkur, hringirásir. Já. Þannig að tíðahringurinn okkar hefur áhrif og svo hefur líka áhuga og langar að gera meira eins og fyrir bara konur í íþróttum. Það fyrir hvað bara grindabotnsheilsan hefur mikil áhrif þar. Já, svona. Þetta bara eiginlega allt sviðið. Þú fann að nefna grindabotninni, við byrjum bara þar. Það grindabott hérna á borðinu hjá okkur. Segðu okkur aðeins, grindabott, hvað erum við að tala? Já. Það er mjög gott að vera með svona auka sett á grindabotni, það alltaf með mér. Þannig að bæði kynin, karlar og konur, við höfum grindabotn og þá svo að ég segi kven heilsa og ég sinni mest bara því það bara duga mér alveg, ég hef alveg nóg að gera í því að konur og vandamálin þeirra. En það líka kallar til kalla heilsa varandi grindabotnin og þeir vissulega geta haft vandamál þar líka. Eins og bara dulin nárameiðsli eða risvandamál og ýmislegt því tengdu. En grindabotnin hann í rauninni myndar bara botnin á grindin okkar og það má segja að hann nái alveg frá lífbeininu og aftur að rófubeini og síðan setbeinin okkar þar á milli. Þannig að hann myndar eins og svona tígul hérna. Já. Og ég tek oft þegar ég að sýna að þá tek ég oft bara neðsta partinn og set hérna bara á kviðinn, veit ég hvort það sést. En þá bara hann svo nátengdur öllu öðru í líkamannum. Þannig að þegar ég var að byrja fyrir einhver rúmum 20 árum að það var þetta rosalega mikið konan, þá eða kallinn, í mínu tilfelli konur, þá lágu það bara bakinu og þú varst að kenna þeim svokallar kegelæfingar og þú varst að spenna og slaka bara eins og þú værir að stoppa bununa og þá var bara að tala eiginlega þvagleika. Í dag þetta fara að sjá þetta svo miklu víðtækara. Grindabotnsheilsa, hún hefur áhrif á tengsl niður í mjaðmir. Öndunin nátengt grindabotnin og í rauninni ég yfirleitt farin að byrja á önduninni af því það leiðin. Það eitthvað sem við getum fundið og tengt niður í grindabotnin. Þetta þrýstistjórnin, miðjan okkar þrýstistjórnin. Þannig að bara veikleiki einhvers staðar, hann skilar sér. Þú talar öndun. Hvernig tengist öndun þessu öllu saman? Já, nákvæmlega. Það í rauninni annað módel. Mér finnst alltaf svo gott, allavega ég sé allt fyrir mig myndrænt. Þess vegna líka nota ég sónar eins og í skoðuninu minni að því að þó svo ég þreifi grindabotnin og get fundið að þetta eitthvað svona inn í manni og þá eru konur, ég segi konur og þau kom til mín, en þá erum við oft ekki meðvituð. Þú er kannski ekki meðvitað ég myndi segja skoli upp spöndun á grindabotnin og þá svona, hvað ég að gera rétt eða ég ekki að gera rétt eða að þá get ég líka nota sónarinn bara til að sýna. Ég set sónarinn þá bara hérna fyrir ofan lífbein og þá getum við séð blöðruna að hún lyftist aðeins upp og niður. Burtséð frá kviðarholsþrýstingi. Við þurfum líka að skoða að þá get ég sett sónarinn utanfrá og þá get ég séð hérna hvernig grindabotnin lyftir undir og slakar. Og það bara oft svo gott að geta séð, þegar ég geri þetta þá sé ég þarna á myndinni hvað í rauninni að gerast. Já. En ég samt líka kenni þeim þreifa sjálfar, bæði innanfrá, utanfrá og bara líka það að vera meðvitaður bara hvar grindabotnin. Það getur verið bara það að fá að vita hvar hann og þetta ekki bara einhver einn vöðvi að það bara tengir mig betur. Þannig ég nota alls konar tækni til þess að reyna að nota til þess að tengja grindabotninum betur. En þú spurði öndunina. Já. Og það var í rauninni ástæðan fyrir því að ég tók líka jógakennarannám. Af því að við finnum það að þetta ég kalli þetta oft svona eins og brúin á okkar grindabotni eða hliðið. Þetta eitthvað sem ég get fundið hérna utanfrá. Þegar ég anda að og þegar ég anda frá. Að þá í rauninni þegar ég anda að þá fyrir þyndi mér niður, þannig að þetta þynd og þetta grindabotn. Þannig að þegar ég anda að þá fyrir þyndi mér niður og grindabotnum minn ætti að slaka á
og þegar ég anda frá að þá fer þyngdi mín upp og grindabotni mín ætti að fylgja eftir. Já. En stundum bara eins og við sjáum oft með herðarnar okkar að við erum farin að setja spennu hér eða spennu í kjálka með að býta saman, að það sama getur gerst með grindabotni. Hann getur bara farið yfir spennu út af ýmsum ástæðum. Og þá er þetta svona helsta leiðin að við reynum að tengja það hvernig þú getur fundið bæði styrkiðinn og svo eftirgjöfuna líka. Öndun er svona þáttur sem að maður nennir oft ekki að pæla í. Ég anda bara allan daginn og ég þarf ekkert að spá í því og af hverju ætti ég þá að vera eitthvað að spá í því. Hvernig vinnur þú með þetta eins og þú talar jógað og öndunina þar? Hvernig vinnur þú með öndun hjá þínum skjólstæðingum? Sko það er einmitt málið, kannski það sem er einfaldast og ætti alltaf að vera í lagi og já, það er rétt hjá, það ætti að vera í lagi. En það byrja ég bara ofta að skoða. Bæði þegar ég er að taka viðtal þá bara, ég gæti til dæmis núna verið bara að skoða hans hvernig finnst mér Skúli vera að anda alltaf mikið hérna uppi og það gerist ekkert niður. Það er kannski fólki til þess að leggjast á bekkinn og þá sé ég þetta og ég get skoðað líka grindabotninn og ég sé kannski, ok, prófa að spenna núna og þá fara að þrýsta niður, fara að vinna öfugt. Þannig þetta byrjar alltaf á skoðun og athugun, þreif og finna, fá fólk síðan til þess að finna sjálft og tengjast. Þannig best væri við þyrftum ekki að vera að spá þessu. Best væri við myndum bara leyfa hlutunum að gerast en mjög oft þá erum við farin að ströggla alltaf mikið, gera alltaf mikið og öndunin er ekki til staðar. Þannig að við vitum bara streita, hún getur líka sýnt sig í grinnri öndun. Þannig að ég reyni eins og með mína, ég fór þess vegna í jóga eða hvort ég kalli það jóga, hreyfiflæði eða bara í leikumitímanum mínum. Að leyfðu öndunin að vera svolítið stjórnandaninn, stýrið þér. Ég get sett í ykkur erfiða stöðu, ef þú ræðir við það með öndunin, hún má alveg hraðast á hann en þú verður að stjórninni, þá er þetta allt í lagi. En ef ég seti ykkur stöðu og þú ert farin að ströggla og þú ert farin að ýta niður þá ertu kannski farin lengra heldur en þú ættir að fara. Já. Þú talar streitu og svona þessi utanakomandi áhrif. Er þetta eitthvað sem við þróum með okkur þá með aldrinum? Förum við að anda öðruvísi og beita okkur öðruvísi, spenna okkur öðruvísi eftir því sem við erum eldri eða næri þetta alveg niður í börn líka? Það er örugglega bara þetta svar, þetta er breytilegt, fer eftir ýmsu. En ef þú horfir á lítið unga barn og það segir maður að sé ekkert líkamlegt að þú getur hort á hvað öndunin þeirra, brjóstkásinn og annað lyftist og fellur og þau líka beita sér oft mjög vel. En síðan bara svona fer bæði líkamsstaðan og við finnum kannski að vera í einhverjum vanastöðum sem ég ger alltaf svona, en það er það að við margt sem við erum að gera kallar á það að við verðum oft stutt framan í vöðvanum að brjóstkassan leyfir ekki eins mikla hreyfingu til þess að við höfum bara rými fyrir góða öndun. Þannig að þetta er örugglega bæði það sem við bara tilengum okkur og svona vani. Nú höfum við talað líkamann sem hreyfikeðju áður í þessum þáttum, en líkaminn er kannski meira en bara hreyfikeðja. Þetta er einhver svona lífkeðja. Við erum að tala öndun hérna líka, síðan er melting og það eru ýmsir þættir sem þarf að vera að velta fyrir sér og það er kannski eins og við tölum þessi þættir eins og melting og öndun sem við pælum minna í sem skipta samt engu síðra máli heldur en hinnir. Já, alveg gríðarlega miklu máli. Af því að alveg saman hvað ég fer á mörg námskeið og hvað ég þykist vera orðin klári í mínu fagi og annað, ef að svona grunnatriðin er ekki í lagi, ef að bara viðkomandi er ekki að sofa og er ekki að borða rétt og næri ekki bara grunnhreyfingu, að þá held ég eitthvað svona smáatriði, þau kannski fara að skipta miklu minna máli. Þannig að grunnurinn hann þarf alltaf að vera í lagi og þetta er ein helsta spurningin sem ég tek varðandi grindabotnsheilsu að ef það er spenna, yfirspenna í grindabotni og hlutirnir eru kannski ekki alveg svo við viljum hafa þá, að þá get ég séð harðlífi, ýmislegt svona. Þannig að öndunin, þú getur líka bara séð eins og við talum áðan, þetta er bara eitt besta nudd sem við getum fengið fyrir inneflin okkar. Þannig að það er oft sem ég sé líka samtenging á milli yfirspennu í kjálka, yfirspennu í grindabotni, meltingin er ekki í lagi af því það er bara svo mikil spenna. Og þetta er líka svolítið þjóðfélagslegt, það er sérstaklega okkur konum er kennt að það er ekki fallegt að vera með smá kvið, þannig að við drögum inn og það er bara oft mjög erfitt að slaka þess á, gefðu eftir, anda alveg niður í grindabotni og það er bara, við erum bara með innbyggða svona spennu í okkur og það heftir öndun. En hvað getum við gert? Hvernig vinnur við með þessa yfirspennu í grindabotni? Já, það er einstaklingsbundið líka en ég byrja með öndun eða þá ég byrja með, þú þarft að auka líkamsvitundina, fá tilfinninguna. Ef það margar hafa bara ekki tilfinningur fyrir því, ekkert svipa heldur en kannski hér að við séum alltaf spennt hérna.
við höfum öll okkar svæði þar sem við viljum setja spennun okkar í. Ég veit að ég sjálf á það til að býta kjálkan og svo ég viti betur þá þarna býti ég oft saman. Þannig að það fyrsta lagi kannski að gera sér grein fyrir því. Og í öðru lagi þá nota ég öndunina því það getur verið leið til þess að tengja. Og svo öll þessi atriði sem ég er með hérna, að sýna þeim, prófaði að finna, prófaði að þreifa upp, prófaði að sjá þetta fyrir þér þegar þú andar að og þá slaka grindabotninn. Aftur á móti þegar þú andar frá og þá kemur hann upp og svo setjum við þetta inn í hreyfingu. Ég nota stóra bolta sem getur prófað að sitja og þannig við prófum alls konar hluti og svo smá saman kemur þessi tenging. Þess vegna nota ég jóga eða hreyfiflæði líka af því þá notum við öndunina til þess að stýra hreyfingun og finna. Þegar maður heyrir grindabót, þá hugsa maður mjög fljótt meðgöngu. Það hlýtur þá að vera, óléttar konur hljóta að vera mjög stór hópur hjá þér. Já, það er búin að vera það alveg frá byrjun. Ég hafði sérstakann áhuga á þessum hóp bara strax við útskrift. Og 2007 þá ég ófrísk af mínu 3. barni og gat prófað að vera sjálf ofan í vatninu og byrja að kenna meðgöngusund. Og það er bara alveg snillt. Því þar er til dæmis lítið álag á grindabotninn, þannig get verið með konurnar þar í hreyfingu og lítið álag, þá er við svona auka álag á grindabotninn þar. Þannig að við notum, hugsum mikið út miðjuna þegar við erum að hugsa þjálfun með konur á meðgöngu og það var þetta sömu atriði sem við erum að tala núna með sérstaka áherslu á öndun, tengsl við grindabotninn. Þegar kemur að fæðingunni þá á hann náttúrulega bara á kerfi í rauninni að gera þetta svolítið sjálft en það er ekki betra hann er ekki verra ef þú ert meðvituð að fylgja eftir líkamannum og þá þarf þetta ekki að slaka á. Þannig að það í grunninn einhver svona trikk eða æfingar sem að ganga heilt yfir þó að þetta sé að vissu leyti líka einstaklingsbundið eins og nefnir. Já, þannig að við höfum þessa hópa, þannig að við erum bæði með meðgöngusund og svo erum við líka með það sem við köllum mömmueflingu, þá fáum við konur eftir fæðingu bara með börnin til okkar í sal þar sem við erum 3 sjúkraþjálfarar sem við erum þá með svona þennan grunn þar sem við viljum fá ákveðin atriði inn eins og við talum með þessa miðjustjórnun, þessu öndun, tengsl við grindabotninn, djúpur rassvöðvatir og við viljum fá stöðuleikann þannig að þú getur staðið rétt til hreyfikeðjan, við þurfum að skoða alveg niður. Því að ef ég næ til dæmis ekki að nota mjöðmennina mína og standa rétt að það hefur áhrif á alla mjöðmagrindina upp úr. Þannig þetta í hópum en svo vil maður líka stundum geta haft áhrif á hverju og eina með einstaklingsbundna þjálfun. Og þannig að maður getur tekið út svona eina og látið það hafa þá sérhæft prógram ef maður sér að það svona eitthvað sem kannski vantar aðeins upp á þar. Akkurat. Það komið tíma á stutthlé, þannig við kíkjum yfir í auglýsingar og höldum síðan áfram eftir þær. Taktikinn unnin í samstarfi við Eflingu sjúkraþjálfun á Akureyri. Og við höldum áfram í taktikinni, hún hjá mér, hún Soffía Einarsdóttir, sjúkraþjálfari. Ég ætla bara að viðurkenna hérna strax að ég sjálfur hef ekki pælt mikið í grindabotni og mínum eigin grindabotni og ég hugsa að ég tala alveg fyrir fleiri karla þegar kemur að því. Já, þú talar eins og nárameiðsli og annað, það eru meiðsli sem ég kannast við, þau geta tengst inn í grindabotni. Já, karla þurfa líka að hugsa þetta. Já, og ég ætla bara að mæla með síðunu hans Lalla, neðanbeltisheilsa, ef að karla vilja kynna sér eitthvað grindabotnsþjálfun karla og hvaða vandamál geta komið út frá honum, að þá er það Lalli og Patró, neðanbeltisheilsa karla. En af hverju það getur verið, í rauninni bara þetta samspil á milli grindabotns, að þetta var miðjan okkar og mjöðminn í rauninni á leiðinni í skáluna sína. Ef það er eitthvað í hreyfikeðjunni, bara svipað sem við sjáum þetta, ef við hugsum öxlina, finnst okkur alveg, ég er bara stíf, ég er bara með einhverja spennu í herðum. En það getur oft verið út frá því það er eitthvað athugavert við hreyfikeðjunni okkar, sumir vöðvar eru kannski bara farnar yfirspennast og meðan aðrir eru ekki að gera vinnuna sína. Og það sama getur gerst hér og grindabotnin er bara einn af þessum vöðvum sem getur verið eitthvað athugavert við í hreyfikeðjunni. Þannig það getur verið slaki og vanvirkur að við fáum hann ekki til þess að virkjast á réttum tímapunktum í þjálfuninni svo ef ég fæ til mín konu með þvaðleika sem eru kannski í íþróttum. Þú veist, þá er hann kannski að koma á seintinn en við viljum æfa hann í að koma inn á réttum stöðum. En svo getur líka verið þá þessi yfirspenna og þessi síspenna og við náum ekki að slaka á hann. Og það er stundum, ég hef stundum verið að þreifa, skoða fyrir aðra sjúkraþjálfara sem eru þá kannski
með einhver svona meiðsl og þeir hafa ekki þessa sérþekkingu að þreifa grindabotn og þá hef ég verið fengin inn til þess að skoða það og bara til þess að koma því að kallar eru líka með grindabotn eins og við talaðum og nárameiðsli geta stundum stafað út frá einkennum þess að þá triggerpunktum í grindabotnsvöðunum sjálf. Konur þreifa maður leggöng en það er bara ein leið fyrir ykkur. En það sem sagt, ég hef setið námskeið erlendis, það sem til dæmis var bara aðalþjálfarinn hjá Arsenal fótboltaliðinu, það var að því hann var stundum svolítið kominn á vegg með nárameiðsl sinna manna og það eru þá partur gat verið. Þannig er bara einn af hlutunum sem við viljum skoða og mismunagreina og hafa opin augu fyrir að það sé möguleiki. Er einhver æfingar sem við karlmenn gætum verið að gera eða ættum að vera að gera til þess að fyrirbyggja? Sko fyrirbyggja það er í rauninni bara maður þarf alltaf að horfa þarna þarf maður að horfa hvernig viðkomandi er að hreyfa sig, þú veist, til þess að sjá að til dæmis í hnébeygju að setbeinin sé að gefa eftir og hvort það sé styrkur, hvernig það er á milli, þannig að það er kannski svolítið flókið að fara í. En nummer 1 væri það sama eins og fyrir konuna, það væri að hafa tilfinningu fyrir því og öndunin og tengja sama við æfingandi sem við erum að gera. En er það einmitt kannski eins og einmitt á meðgöngu sem að þú verður að taka tillit til grindabotnsins, hann bankar mjög hart á dyrnar akkurat á þeim tímapunkti í lífinu? Það er náttúrulega bæði meðgangan sem slíka náttúrulega mikið auka álag á bara kviðvöðvana. Kviðvöðvarnir, það er mikið talað núna eins og bara bil á milli kviðvöðva, hann gangi ekki saman eftir á og þá í rauninni ef það gliðnar aðeins hérna eða kemur bara aðeins meiri álag, ég vil nota það er bara aðeins meiri álag og það á að gerast, þú veist í rauninni að það verður meiri álag hérna, en þá kannski fáum við minni stuðning niður í lípinn og grindabotnin þarf að koma og vinna líka á móti. Að því ég meina þyngdarpunkturinn breytist, þetta snýst það, við þurfum að gefa meira pláss og þyngdarpunkturinn okkar breytist, þess vegna breytist líka öndunin. Það er margt sem við getum gert með bættri líkamsstöðu, þá getum við svona auðvelda líkamannum. Við viljum ekki fara í sér slæmu líkamsstöðu og auka álagið. Já. Það er kannski svo margt sem maður getur hjálpað til með, bara með því að auka tilfinningun. En auðvitað er fyrst að vita hvað það er sem ég á að finna. Það er kannski alltaf spurningin að ég veit ekki hvað það er sem ég á að vera að finna. Nei. En við erum að tala bæði kallar og konur með grindabotn. Líka með kallar kvenna, þeir vinna samt ekki alveg eins. Það er einhver líffræðilegur munur á þessu og það þarf að vinna mismunandi með það. Ef við tölum alls konar þætti, til dæmis eins og bara tíðarhringi í þjálfun, er það ekki þáttur sem þyrfti að taka meira tillit til? Jú, ég hef líka farið á námskeið erlendis þar sem er mjög oft sjúkraþjálfari í kvenheilsu inni eins og í ólympísku liðun eða á ólympíuleikunum inn í svona stórum leikum, þá veit maður oft verið að fikta með þetta líka og svona. En ef við bara höfum það hugfast og langa að koma því að við erum oft viðkvæmari og ég sé oft meiri vandamál í kringum þvagleika og ýmislegt varðandi grindabotnin í kringum blæðingakvenna. Það er bæði út af hormonáhrifum en eins er það líka út af að legið okkar stækkar og verður þyngara í kringum blæðingar. Þannig ég hef alveg átt samtal við sérstaklega karlkynsþjálfara sem er að þjálfa ungar stelpur í íþróttum. Það er bara gott að hafa það í huga að þær eru oft viðkvæmir og getum við í rauninni passað upp að við bara opnum það umræðu að stelpur ég veit af því að þið getum verið aðeins viðkvæmar í kringum blæðingarnar og kannski getum að dreigja aðeins úr æfingar ákefð. Þegar ég hef fengið til minn stelpur sem hafa, það er aukin meiðslatíðni á blæðingum. Það getur verið að fá í bakið, já ég var á blæðingum, já ég sleit krossband, já ég var á blæðingum. En þetta þarf ekki gildi verið allar, við erum eins mismunandi en það er ágætt að hafa þetta aðeins í huga. Ég sjálfur sem karlkynsþjálfari, maður hefur aldrei þurft að pæla í blæðingum sjálfur, þannig að þetta er eitthvað sem maður er ekkert að setja inn í sitt prógram þegar maður er að skipuleggja æfingarnar, en það er líka, þú verður náttúrulega að taka tillit til þeirra iðkenda sem þú ert að þjálfa og þú ert að þjóna þeim fyrst og fremst sem þjálfari. Sko ég hef ekki til dæmis töfralausnin að segjum kannski þú verður að fara í keppnisleik og þú myndir allt í einu vita því að allt liðið þitt væri á blæðingum, ég minna þú ert bara að fara inn í leik, skilur. En ef við erum kannski að hugsa út í það, við erum einhvers staðar á einhver æfingartíma, ég gæti alveg hliðra þessu svona aðeins eða sagt bara við þig, taktu, þú tekur þetta bara rólega núna og kannski aðeins meira, eftir nokkra daga, Stundum getum við breytt einhverju, það skiptir ekki máli, en
ekki alltaf, maður veit það alveg. Ha. Já, en svo spurning, sko, hvernig opna ég á umræðuna líka? Því það eitt, nú ég orðið meðvitaður þetta, hvernig ætla ég að koma þessu frá mér? Og það getur líka verið dálítið ógægjandi að fara og segja karlkyns þjálfararnir sínum frá þessu og viðurkenna, ég væri nú til í bara aðeins minna æfingarálag fyrir vikið. Já. Ég sagði, sko, ég átti þetta samtalið mitt við karlkyns þjálfara og ég sagði það bara langbest fyrir, opnaði bara umræðina. Segði bara við erum búin að segja við ykkur að ef það eitthvað með æfingar, þá látið okkur vita. En verð þú fyrstu til þess að opna á það og segja, ég veit líka alveg að ef þið eru á blæðingum, þá oft líður ykkur ekki vel og þá bara, ef þið viljið, þetta er alltaf það, ef þið viljið, þá getið þið látið okkur vita og við sýnum því bara fullan skilning. Að þá ertum bara um leið búin að opna og ég veit að það hefur bara virkað vel. Það þarf ekki að fara eitthvað náið út í þetta. Það er bara að þú opna fyrir það, þetta ekki sé möguleiki og þá verður það kannski líka meðvitaðri þar sjálfar, sko. Að því að oft eru við konur bara okkur sjálfum verstar. Ég hef alveg verið þarna sjálf, þar sem maður bara ýtir sér í gegnum þetta. En svo það spurning, sko, við erum búin að tala tíðarhringinn sem við þurfum að taka tillit til, en það er ýmsir aðrir þætti líka í þjálfun. Ef ég sem karlkyns þjálfari að þjálfa konur, það eru fleiri þætti sem ég þurfti að vera að spá í, sérstaklega sem tengist eins og grindabotni eða meðumum? Það væri þá kannski þetta með öndunina, að við öndum frá í álagi yfirleitt. Þú veist, ef við viljum nýta okkur þetta að anda frá okkur þegar við erum í álaginu, þegar mótstaðan sem mest, það er eðlilegt til þess að hafa hugsun grindabotn, þá endum við frá. Þannig það er mjög gott. Hefur þú verið að vinna mikið með íþróttafólki í þínu starfi? Sko, það kom alltaf til mín reglulega það því ég veit að bara með aukinni ákefð þá er meira álag á grindabotnin. Þannig ég er að fá til mín konur sem hafa kannski mikið verið að hlaupa, crossfit, ég veit ég að tvöföldu sippin og hoppin og annað hafa verið að setja. En það er bara oft með því að breyta aðeins tilfinningunni og taktíkinni, hvernig það þarf þjálfut upp. Það er ekki nóg að liggja bara bakinn og spenna. Við þurfum að sjá hvernig þetta kemur þetta í virknina. Hvar eru einkenni, hvenær eru einkenni að koma? Við þurfum að þjálfa það upp þar. Þannig að þú í þínu starfi, þú setur hérna fókuspunkt náttúrulega á grindabotnin og mjöðmyndar en þú neyðist náttúrulega til þess að horfa á þetta allt sem heild. Það er ekki hægt að setja bara einhver... Þetta er allt ein heild. Já. Þannig að maður byrjar á einum stað og svo bara, ef það er orðið betra þá þarf þetta að skoða næsta. Eða þá öfugt, ef þú bara sér engan árangur þá maður verið tilbúin að skoða að það kom einhvers staðar annars stað frá. Að einkenni kom ekki alltaf fram þar sem að kannski veikleikinn byrjar. En á hvað aldri þyrfti maður að fara að pæla í þessu ef maður er með yngri iðkendur hjá sér á æfingum? Hvenær þarf ég að fara að hugsa þessa þætti það sem er munur á kynjunum? Er það alveg strax eða kemur það meira seinna? Sko, það er eins og núna þegar það fara að byrja á blæðingunum og svona, þá hugsa ég þetta kannski fara að tikka meira inn þá. En þetta er alltaf pínu viðkvæmt örugglega, hvaðan þetta kemur. En það væri mjög gott að hafa fyrirlestur þetta og svona og bara það gera þær líka aðeins meðvitaðar þetta. Það er nú alltaf að koma. Það er mikil breyting, mjög mikil breyting. Finnur fyrir því að tala þetta grindarbotn, þvagleiki og fleiri svona orð eru ákveðnir fordómar eða finnst fólki erfitt að tala þessi mál? Já, það hefur samt breyst aðeins. Í dag hefur opnast svolítið mikið fyrir að maður má tala þvagleika, maður má tala grindarbotn, en ég merki það alveg þegar fólk er misauðvelt með það. Þannig ég reyni að tala þetta bara eins og hvernig hann er líkamspart. Mér finnst það líka jafn sorglegt ef maður biður kannski konur að prófa að fara heim og þreifa sig alveg annað og maður sér að það er eitthvað sem ég vil ekki gera. Maður horfir þannig á eitthvað part af líkamanum sínum að þetta sé eitthvað sem maður vill ekki vita. Já, það sé eitthvað viðkvæmt svæði. Já, þetta er viðkvæmt svæði. Við vitum það alveg, þetta er viðkvæmt svæði og einkasvæði og allt það, en að við séum tilbúnar, þetta er bara partur af okkur og það held ég sé líka svolítið partur af því að við tengjumst þessu svæði kannski ekki nægilega vel. En þetta er alltaf breytast. Mikill munur á fyrir 20 árum og svo núna, þannig að það er bara gott. Er þess vegna þægilegt að vera með eins og sónarinn inn í þessu? Já, hann kannski, þá þarf ekki eins mikið að þreifa eða hvernig, hvað færðu fram með sónarnum? Mér finnst, sko það er langbest að sýna þeim sjálfum, þú veist, þá geta sjálfar séð. Sérðu þú ert að spenna hérna, þá gerist þetta. Sérðu núna þegar heldur niður andan, þú ert að andar ekki rétt. Sérðu hvernig þú ert að þrýsta grindabotninn niður. Já, heyrðu, já, ég finn. Það er í rauninni kannski svona svolítið, hvað er þetta, biofeedback. Það er endurgef á íslensku, að þetta er eitt af því, að
námstæki það ekki bara. Já. En ég get sjálf aðeins skoða meira og mælt og það er svona ákveðin atriði sem ég að skoða og þú getur nota sónar í sjúkraþjálfun til þess að meta sinar og allt svona en þetta er svona það sem ég að gera með sónarnum. Þannig að stór hluti af þínu starfi, það er bara kennsla? Já, ég er rauninni bara svolítið kennari og síðan í rauninni það er góða við orðið að því ég vinn hjá Eflingu, það er það ég vil efla fólk. Ég vil efla fólki að vera sjálft sérfræðingar í sinni heilsu, það sé ekki alltaf háð okkur heldur að það geti sjálft haft svona svolítið, hvað maður segja, ábyrgðina á völdin hjá sér sko. En finnur fyrir því, er erfiðar að vinna með karla út af þessu viðkvæma svæði sem við erum að ræða eða, er einhver feimni þar? Sko, ég er náttúrulega vinn með færri karla en ég er samt að fá til mín alveg eins og eftir hestameðsl og ýmislegt svona með lífbeinið en nei, ekki það sem ég hef ég kannski bara ekki hitt hérna. En stærsta hlutfallið hjá mér eru konur. Já. Hérna rétt að lokum, eins og þú talaðir jóga, þú ert komið sjálf inn í það, hver er svona stærsta breytingin sem þú fundið hjá þér sjálfri að taka jógað inn og vinna með öndun? Ég hef alveg sjálf þurft að ströggla að það var eiginlega kannski það fyndnasta að maður andar frá og svo með innöndun þá á það bara að vera svona maður tekur á móti að ég fann mig sjálfa alveg, ég ætlaði að fara að stjórna því líka, það er það stundum að styrkurinn getur verið í eftirgjöfinni, skilur, að þú stundum fæ ég meir út til því að gefa eftir og gera þetta aðeins rólegra, þannig að það að skrúa mig svona aðeins niður er kannski mesta breytingin. En það má alveg skrúa upp líka, en maður þarf að finna suma þarf maður að skrúa aðeins meira niður, aðra upp og svo er þetta stundum bara dagamunur. Ertu með einhverja góða öndunæfingu sem grípur í svona við daginn svona þegar þú finnur að, þetta er kannski að fara í ranga átt? Já, að hafa þetta ekki flókið, bara flækjum þetta ekki. Þú veist, það er bara að setja kannski hendurnar sinni eða vera bara hér og bara þegar við öndum að þá eigum við í rauninni að finna, við byrjum á brjóstkassin lyftist og alveg niður í kvið og alveg niður í grindabotn og svo rólega bara frá. Sumum virkar það kannski að telja hvort það er 4 eða 5 inn, 4 eða 5 frá, bara inn og útöndun séu bara jöfn. Þannig að byrjum á því, ef við erum að byrja, þá reynir ég að láta fólk bara byrja eins og einfalt, eins og getur. Þannig að þær sem eru með yfirspyrnu í grindabotninum segja oft núllstiltu þig, eins og bara í æfingum annað, þú ert að gera eitthvað núllstiltu þig svo. Taktu svona öndun, fynda þú náttúrulega slaka á setbeinum, slaka niður í grindabotn. Ok, haltu svo áfram. Bara ekki flækja það. Minnurðu þið áreglulega eða ertu farin að taka eftir því, núna er ég að komast aðeins út af sporinu, nú þarf ég aðeins að spá í öndunum minni og fara að hugsa þetta? Sko, mér finnst ég vera með þetta hérna þokkalega því ég tala með þetta alla daga, en ég þurfti alveg fjölskyldumeðlim til þess að benda mér til dæmis á, og ég var farin að býta hér, við gerum öll einhvers staðar eitthvað þar sem við gleymum okkur. Það er engin fullkomin. Nei, það er engin fullkomin. Ekki eins og nýr. Nei. Sofía, tíminn er hlaupinn frá okkur. Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og fræða mig og áhorfendur þessu mál. Ég er alltaf til þegar grindabotnin er annars vegar, þannig takk bara fyrir mig. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið. Við sjáum svo hress í næstu viku.